Já, mér langar að deila með ykkur. Ég var svona að hugsa oft svona á þessum tímamótum, þá svona horfum maður yfir árið og svo svona hugsa maður hvað muni næsta ár ber í skauti sér. En þetta var það sem að mér langar til að deila með ykkur í dag og það ber yfirskriftina hann elskar þig. Þegar Jesús segir söguna týnda sauðinum hann ekki að búa til mjúka tilfinningaþrungna mynd. Hann að afhjúpa kærleika sem dýr, óþægilegur og stórkostlega persónulegur. Sauðfé geta verið skítug. Þau reika þau detta, þau festast í leðju, gaddavýrum og jafnvel þeirra eigin úrgangur festist á þeim. Þau komast jafnvel í sjálfheldu og eru föst. Týndur sauður ekki bara hræddur. Hann skítugur, eða getur verið skítugur. Hann þreyttur, þakinn óhreinindum og ófær að bjarga sjálfum sér. Óhreinasti hluti sauðfjárins afturhluti hans. Þar festist úrgangurinn. Þar lyktin sterkust. Og þegar hirðirinn finnur sauðinn, dregur hann ekki. Hann þrífur hann ekki fyrst. Hann lætur hann ekki ganga tilbaka til að láta hann læra sína leksju. Nei, hirðirinn hann leggur sauðinn á herðar sér, sem þýðir að óhreinasti hluti sauðfjárins þrýstur að hálsi hirðisins. Andliti hans, fötum hans, lyktin, óhreinindin, þyngdin, allt þetta hvílir á honum. Jesús valdi þetta smá atriði af ásettu ráði. Þetta ekki tilviljunarkennt myndmál. Þetta fagnaðarerindið. Jesús sýnir okkur nákvæmlega hvað hann myndi gera á krossinum. Hann bjargaði okkur ekki úr fjarlægð. Hann beið ekki eftir því að við yrðum hrein. Hann bjargaði ekki hinni fáuðu útgáfu af okkur. Hann tók óreiðuna á sig. Ritningin segir okkur að Jesús varð synd fyrir okkur. Ekki nærri því að synd, ekki meðvitaður syndina. Hann varð að synd. Öll skömmin, öll sektarkenndin, öll óhreinindin sem við reynum að fela. Allt þetta var lagt á hann. Krossin hirðirinn sem ber sauðina. Þyngdin sem þú gast ekki borið var lögð á herðar hans og bletturinn sem þú gast ekki fjarlægt var þrýst á heilaleika hans. Lyktin af dauðanum sem þú gast ekki flúið var tekin af lífi hans. En hann hrökklaðist ekki undan. Hann fagnaði. Jesús segir að hirðirinn beri sauðina heim fagnandi. Ekki pirraður, ekki skömmustilegur, nei fagnandi, og það hjarta föðurins. Guð ekki að bíða eftir að þú þrífir þig. Hann hefur þegar greitt verðið. Við reynum að fela öll okkar óhreinindi, en Jesús ber þau. Við reynum að skrúbba okkur og gera okkur hrein, en Jesús segir það fullkomnað. Þegar hirðurinn kemur heim, einangrar hann ekki sauðina. Hann heldur hátíð. Hann býður öðrum að fagna með sér. Himinin fagnar ekki þegar sauður verður hreinn, heldur þegar hann finnst. Þetta hið fullkomna verk. Og þú ekki elskuð eða elskaður vegna þess að þér batnaði. Þú ekki samþykkt eða samþyktur vegna þess að þú hagaði þér vel. Og þér ekki haldið vegna þess að þú varst hrein. Þú elskuð og elskaður vegna þess að hann bar þig. Og þú samþykkt eða samþyktur
vegna þess að hann lauk verkinu og hann heldur þér vegna þess að hann valdi þig. Ef þetta fær þig ekki til að verða ástfangin af Guði, þá mun ekkert gera það. Guð sem leggur óhreinustu hluti þína á herðar sínar, frelsari sem tekur á sig skömm þína í stað þess að forðast hana, faðir sem fagnar yfir þér á meðan þú ert enn skítug eða skítugur. Þetta er ekki skilyrt ást. Þetta er ást sem lyktar eins og fórn og lítur út eins og kross. Stoppaðu hér og íhugaðu þetta. Þú ert ekki byrði fyrir Guð. Þú ert sköpuð eða skapaður í Guðs mynd. Guð var viðstaddur þegar þú fæddist og hann gladdist. Hann vill ekki að neini gladdist. Ef einn af hans sauðum týnist, fer hann út og leitar og hann gerir það án þess að hika vegna þess að hann elskar þig. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dagvinir, að við hugsum tilbaka hvaðan komum við, hvað er fagnaðarerindi í okkar lífi og líka fyrir þá sem að jafnvel hafa ekki tekið á móti Kristi, að þau heyri að Guð elskar þig sem ert á að hlýða.